nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Hjálp vor gefur frá drottni, skapara himins og jarðar. Drottni sé kominn í þitt heilaga hús, til að lofa þig og ákalla það, og til að heyra hvað þú hefur falið skapari minn, þú drottni Jesús frelsari minn, þú heilagi andi umhverfi minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottni, heyr orðin mín á bæn, og opna þú með þínu heilaga anda hjarta mitt, fyrir sakir Jesú
Síðari ritningarlesturinn úr öðru almenna bréfi Péturs, 1. kafla, versu 19-21. Nú getum við enn betur treyst orði spámannanna. Það rétt af ykkur að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkum stað þangað til dagur ljómar og morgunstjarnan rennur upp í hjörtu ykkar. Vitið það umfram allt að enginn þýðir neitt spádóm litningarinnar að sjálfum sér. Því að aldrei var nokkur spádómur borinn fram að vilja manns heldur töluðu menn oft af Guði, knúðir af heilugum anda. Þannig hljóðar við heilaga orð. Lýsir þér prófið. Sin
Bjarni skrifar umskjöldsamaður sem okkur líf, við sem verulega óska. Hann fór alla í Ungabygd og boðaði mönnum að taka sinnaskiptum og láta skýrast til fyrirgefningar synda, eins og ritaði í bók Jesæjas prófmanns, rödd hrópanda í eilífðinni. Greiðið veg drottins, gerið beinar brautir hans, öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsar jafnast, bugður verða beinar og óvegir sléttar götur, og allir munu sjá hjálpræði Guðs. Við mannfjöldan sem kom til að láta hann skýra sig, sagði hann, þið nöðrum kyn, hver kyn, kendi ykkur að flýja komandi reiði. Sýnið í verki að þið hefur tekið sinnaskiptum og farið ekki að sveigja með sjálfum ykkur. Við eigum Abraham á föður. Ég segi ykkur að Guð getur vakið Abraham börn á steinum þessum. Öxin þegar lögð að rótum trjánna og hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upptöggvið og því eldkastað. Allir voru nú fullir eftirvæntingar og hugsuðu með sjálfum sér hvort Jóhannes kynni að vera Kristur. En Jóhannes svaraði öllum og sagði, ég skýri ykkur með vatni, en sá sem kemur mér mér mátturri og ég ekki verður að leysa skófeng hans. Hann mun skýra ykkur með heilugum anda og eldi. Hann með varpskófluna í hendi sér til þess að gera eins að lága sinn og safna hveitin í föður sína, en hispið mun hann brenna í óslökkvandi eldi. Með mörgu öðru hvatti hann fólk og flutti því fagnaðarboð. Þannig hljóðar hið heilaga Guð. Og sé þig Kristur.